gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Herru, já, nú ætla ég að ræða mál og sem þannig að ég fór að borða í hádeginu og hitti þar útgerðarmann sem gerir út á Breiðafirðinu og hann sagði mér að það væri nóg af fiski en fiskurinn væri stór en hann væri grindhoraður. Sagði mér að það væri svo illa komið að hausinn á fiskinum, hann væri komin í svona 34, ég man ekki hvort hann fór upp í 35% af þyngdinni. Og þetta hljómar eins og að það sé ekki dæti í sjónum en fullt af fiski. Og hvað gerir maður þá? Þá hringir maður í Jón Kristjánsson fiskifræðing, það ekki? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað, að því að ég er búin að sitja hérna á námskeiði á þér, þú ert búin að koma hérna nokkur sinnum, að þá hugsaði ég sem svo að þetta er nú dæmi það við verðum að veiðum allt og lítið. Það ætti eiginlega að segja mönnum og hefði átt að segja mönnum hérna áður en að fiskurinn hóraðist upp, að veiða sem mest. Já, sko við erum hálfdrættingar í afla með það sem við vorum. Já. Og ég man alltaf eftir því að þegar ég var í Færeyjum, það var 20 ár síðan, að þá vildu við skera niður 36% í fiskidögum. Já, til að byggja upp stofninn. Já, og ráðherrann datt að ég huga að fá óháðan aðalega til þess að ráðfæra sig og hann, á ýmsum ástæðum þá hringdi hann í mig, baði mig að koma og ég gerði það ná. Ég satt þarna í viku yfir gögnum og var búin að gera það reyndar heima og ég segi með hann, sko, mín skoðun er svo að það er ekkert að skera niður. Þorði ekki að fara lengra. Og hann gerði það ekki, hann skar ekki niður. Þannig var 36% fækkun, sko, átt að vera. Næsta ár og þarna jókst, þarna var ufsaveiðin komin í 70.000 tonn. Og þorskurinn var í 20 til 30.000 eitthvað svoleiðis. Sem þykir ágætt í Færeyjum með það? Já, já. Og árið eftir sama upp á teiningnum að ég segi ekki skera niður. Hann fekk sko sömu skilabóð þá og hann gerði það ekki. Þriðja árið ég þarna á vegum að vísu útgerðarmanna og ég fór að skoða. Ég hef búin að taka aldursýni og allt svoleiðis eins og þurfti. Þá sé ég það að fiskurinn er horaður. Grindhoraður. Svo ég legg það til að verði bætt við 15% í dögum. Og menn náttúrulega voru alveg furðulosnir. Bæta við. Já, ég segi að það sýnir sig og merkingar sýna að fiskurinn hættur að vaksa. Og þá er ekkert annað að gera en að veiða meira. Og það var ekki gert, heldur var skorið niður 5%, það var komið nýr ráðherra. Síðan upplifðu þeir sko margra ára kreppu. En hvað það að maður sér það á fiski ef hann sveltur og það er ekki hægt að friða sveltandi fisk, frekar en önnur dýr. Svoleiðis að það er merki vanveiði. Eða fæðuskort? Já, fæðuskort, sko, sem verður vegna vanveiði. Að raskar hlutfallinu á milli. Það er eitthvað möguleiki að fæðan fari án þess að, sko, að það sé sjálfstætt eða ekki. Ef að fæðan fer, þá elti fiskurinn. Já. Þannig að þessi hóraði fiskur sem sko, hann finnur ekkert að geta. Hann er búin að leita og hann er bara hórast niður. Já, og hann leitar einhver annar, þá er einhver annar fiskur að leita líka. Og það er glátsagt að þurfa að vera að endurtaka þetta aftur og aftur. Já. Eina ráði við þessu, það er að veiða meira. En útgerðarmaðurinn, hann var að lýsa þessu og hann sagði sko nýtingin er bara komið niður úr öllu valdi. Þess að við getur þetta ímyndað. Já, þetta passar. Beinin horast ekki eða þú veist og hausskúpan minkar ekki en þannig að þegar hann horast svona mikið niður að þá er það sem eftir er að flakinu. Já. Að það er kannski, hann fær miklu minna út úr hverju veittu kílói. Já. Þetta er náður. Og þetta er bara mörkunum að bara þessi vinnsla borgi sig. Já. Þannig það er kannski orðið of seint eiginlega að fara að veiða núna. Það hefði átt að veiða fisk einhvern tímann í kannski á síðast ári. Síðastliðin 40 ár. Síðustu 40 ár? Já, halda uppi góðri veiði, halda uppi vexti.
En það er einhvern veginn eins og menn, sko, þeir halda það að hérna, ég manni þegar ég var í Silungsvötnunum og þetta var þekkt vandamál í fæinu að yfirleitt var allt og mikið af fisk í vötnum af því það var ekki veitt eða stór mösku og svona, allt fullt af smáfiski. En þá sagði menn hérna, já, er ekki hægt að gefa honum að éta, að fóðra hann? Jú, það er hægt, þá eru bara fleiri svangir. Skilurðu? Það bætir aðeins við en það er étið strax og það er ekkert annað við höfum gert það hérna í vötnum með góðum árangur að grisja þau og koma honum í lag. Það er margþekkt mál. Nú, svo fór ég að skoða núna, ég hef ekki séð hennar fisk. Nei. Þetta eru nýjar fréttir bara frá Múlakaffi, ég fór hérna yfir í Múlakaffi og borða það. Þetta eru eldheitar fréttir. Það var ekki fiskur í matinn. Það var bleikja. Já, en hvað það að ég hef ekki séð, en ég fór að skoða gögnin úr rallinu sem er að koma núna og það er sko ógnveikjandi. Nú, hvað? Að lesa það. Það stendur sko einhver staðar að allur fiskur undir 4 ára aldri, 5 ára aldri, hann hafði lést, hann var ónormalt þungur. Það voru fiskar sem voru stærri, þeir voru í eðlilegum hóldum, segir. Síðan segir ekkert meira það, hvort þessu voru áhyggjur á þessu eða neitt. Hvað er að gerast þegar 4 ára og yngri eru að horast upp en hinir halda þyngd, hvað er að gerast? Já, koma aðeins á því aðeins þetta, en sko það er ekkert, þeir vistu þess ekki hafa neina áhyggjur á þessu og þessu, já, það vantar loðnu og svona og ég fór að skoða þetta og þá sé það að frá meðaltali 3 ára fiskur, hann er komin niður í 350 grömm, hann var 460 grömm á meðaltali. Frá 460 niður í 350? Það er bara meira 25. 4 ára fiskur hefur hrapað úr meðaltalinu 1100 niður í 750, það er rosalega mikið. Þannig þetta er eiginlega bara skinn og bein? Já, ég segi það ekki, sko. Svo er ekki tafla sko, holdastöður sem kallaður er. Það er hlutfalli milli þyngdar og lengdar. Það er ekki gefið upp í þessum rannsóknum þeirra, sem er nú lykilatriði. 5 ára fiskur, hann hefur lést sko, frá í fyrra eða frá meðaltalinu síðust ára 500 grömm, frá 1900 niður í 1400. 6 ára fiskur er komin niður í 2,5 kíló úr 3. 7 ára fiskur er hérna komin úr 4,3 niður í 3,6 kíló. Til þeim varst ekki að segja að það væri bara 4 ára og yngri sem væri að léttast en hinnir væru, er þetta ekki orðið eldri fiskar? Jú, það er reyndar orðið það, jú. 8 ára fiskur er sléttur, hann hefur ekki breyst. Og eins og maður segir nú, hver étur litla fiskin? Það er stóri fiskurinn, hann étur hann. Maður fær engar upplýsingar í núinu af fæðu. Sjómenni gera nú ekki að fiski, hann er sendur í slægingu einhvað. En ég tók nú ef það var að skoða alltaf í maga og fiski sem maður veiðir. Bara til að sjá í núinu. Já. Og þú getur séð það á honum hvernig ástandi er í fæðunni því að þannig Færeyjum á sínum tíma þá var fiskurinn og hórast ég spurði hérna, hvað er í maganum? Já, það er nú kolmunni, hann fyrir upp að sækja kolmunni og ja, fyrir ekki, ég þarf ekki að spyrja þig. Það eru slöngustjörnur og krabbar. Það er síðasta sem hann étur. Slöngustjörnur er bara kalk. Svo sem hann sér það á fæðunni hvernig ástandið er. Hann fer alltaf neðar og neðar á matseðilinn. Hefði ég fylgst með á námskeiðinu sem ég er í hjá þér, þá hefði ég náttúrulega spurt útgerðarmannin hvað var í maganum á þorskinum. En ég klikkaði á því. Kannski ekki neitt. En sko... En er þetta ekki hérna þessar tölur sem það lesa? Er þetta eitthvað sem að þú myndir segja að þetta vera bara bú, bú, bú? Já, alveg rautt ljós. Og hvað gerist svo í framhaldi? Það gerist ekki neitt. Það er eins og það er eina sem að þeir hafa áhuga á verið að telja fiska. Telja 1, 2, 3, 4, 5 og búa til vísitölur og allt það.
Svo var ég á fundi í Hafró daginn þar sem að verða að tala veiðarfæri og fisk og þar var eitt sem spurði því og sagði það að samkvæmt rannsóknum og það kom í ljós þarna líka að mesta smáfiskinu fyrir undir trollið og telst ekki með eins og sést ef maður skoða tölur það einsásfiskur eitthvað X 2 ára fiskur 2X 3 ára fiskur 3X 4 ára fiskur 5X síðan fyrir hann að falla en það náttúrulega alltaf að fækka í stofnunum frá eins árs en það meira og meira að koma inn í veiðarfæri þannig að matið á þessum litlu tölulega séð bara ránt þá kom svarið, hann skrifaði nú það sjónvarið þarna í Múkan og Hafró svaraði strax daginn eftir og sagði það skipti ekkert máli rallið var ekki eingöngu það sem þeir færi eftir og þá kemur alltaf spurningin af hverju í þessu ralli svona, þetta óhemjudýrt en þeir eru alltaf í þessu ralli svo taka þeir ekki alveg fullt mark á því Rallið að þær eru að draga troll á eftir einhverjum skipum á sama stað ár eftir ár og telja fiskana og áætla þá hvaða fiskar eru í öllu hafinu út frá því. Já, reikna út. Þeir kom alltaf með svipað tölu. Það svolítið merkilegt. En er þetta ekki líka á rallinu? Jú, þetta er rallinu. Já, má ég spyrja einu að því að ég sagði, já, hann lítur að vera hóraður og þá sagði það er ekki víst, það er ekki mikið lengdin, en það er ekki þannig að fiskar, 5 ára fiskur í ár sé eitthvað miklu styttri heldur en 5 ára fiskur var í fyrra. Nei, hann er hóraður. Já, það er bara hægt að draga þér ályktan að þessu. Já. Að þetta er mjög bara hóraður fiskur, þá í samanbyrðu það sem er í fyrra, nema að í fyrra hafi verið svona gott ára, það er alltaf verið spikfeitur. 5 ára fiskurinn er léttari, hann getur líka verið styttri. Það er að segja, hann nær ekki sömu þyngd. En yfirleitt en það vantar í þessar tölur ástandsstöðu sem kallar hlutfalli myndi lengdar og þyngdar. Sem á að vera kannski kringum 0,9 til 1. Útgerðarmann sagði að þetta verið glærir sem að þýði það að holdið á þeim er orðið svo... Já, þetta er eins og grænlandsfiskurinn sem voru að veiða. Það var að lesa mokkan í gegnum flakið, Og þetta er bara merki þetta er merki stopp sem er bara að svelta? Að gögnin, vigtargögnin og annað, það segir þér að það er ekki allt í lagi með vöxtin. Og það er ekkert að því að vanti loðnu endilega. Ef maður fer að skoða magainnihald, það er tafla magainnihald hana, að þá er í fiski undir 40 cm að hára cirka það hefur aðeins lækkað innihaldið. 40 cm, það er svona bölvaður já, fitur. En ef þú komin í 40 til 80 cm fisk, þá er helmingi minna í maganum heldur en var fyrir ári síðan. Það er að segja í staðan fyrir að vera 2% af þyngd, þá var það 1% af þyngd. Og það er ekkert smottur ískalsir vegna þess að það er vallan haldir sér við á 1%. Fólk getur bara ímyndast að það borði helmingi minna á morgun. Já, þetta er úferði lagseldi eitthvað, hvað fóðrar mikið 2,5% af þyngd eitthvað svoleiðis til að fá góðan vöxt. Ef það komin í 1% þá vex hann ekki. Það er bara sem heldur við metabolismanum. Og En er það ekki þannig að segjum að þetta væri eldisfiskur og mast kæmi á staðinn, þá myndi að gera athugasemdir við það að þeir eru að drepa hjörðina með því að svelta hana og þeir verða að gera eitthvað í því. Já, þetta gerðist nú í fyrri fiskeldisbylgunni, ég veit ekki hvort ég fylgjast með þessu. Nei, ég segi að svona dæmi að ef þetta væri í eldi, að þá eru þið gerðar athugasemdir við að þeir eru að drepa fiskinn. Fiskeldismaður myndi slátra eða fóðra meira eða eftir hvað þjættleikin er, skilur. Já, hvað gerir sjómaðurinn? En sjómaðurinn, hvað gerir hann? Hann má ekki veiða meira. Nei, hann bara líðir. Það bara líður. Sko, ég ætla að segja þér að hérna í magan, 80-100% það er nær helmingsminkun í þeim, í fæðu. Það er kannski muna mest loðuna. En gæta því að þessi stóri fiskur, hann étur þann litla, þannig að með því að vera innleiða smáfiskafriðun, þá ertu raunverulega að búa til fóður handa þeim stærri.
Og svo skilja menn ekkert í því að eiginlega alveg síðan kvótakerfi byrjar og það var tekið upp á því að friða smáfisk að þá er engin nýliðun verið. Áfór er ekki nýliðun. Það er alltaf verið að búið til stóra hrygningarstofn. Hann er stærri núna heldur en nokkuð tíma verið. Það er engin nýliðun. Áfór, hún er étin. Af þessum eldri. Já. Þetta er svoleiðis. Það er verið að halda stofnum of stórum, þannig hann leggst á eigin smáfisk. Já, en Svandís veitti þeim held ég 100 milljónir fyrir til að rannsaka á hverju væri ekki nýliðun. Ég sagði henni það að það þyrfti ekki að rannsaka það væri vegna þess að það væri veitt og lítið. Og þú ert að búa til, sko, smáfiskurinn er fóður handa þeim stærri. Þetta er náttúrulega ekki ökonomía fyrir 5 ára. Og svo er annað sem að menn fatt ekki að maður sér ekki og ekki umræðinu heldur að sko við erum ekki hálfdrættingar á við það sem við vorum þegar reynt var að ofveiða miðin í áratugi, allar þjóðir heimsins sem vildu. Kannski ekki allar þjóðir heimsins. Nei, allar sem vildu. Já. Þeir voru hér í fleiri þúsund veiðiferðir frá þjóðverjar. Þjóðverjar og Bretar og Rússar og Frakkar. Þá var þessi afli upp á 400.000 tonn til 500 uppgefið. Einhver sagði mér það, þetta er gömlum sjómanni sem var umbóðsmaður, skipstjóra sem var umbóðsmaður Bretan, hann sagði að það var miklu meira veitt heldur en þeir gáfu upp. Að sko, það eru peningar í þessu. Hversu virði er sá þorskstofn sem að við erum í dag? Við getum tvöfaldað veiðina. Og veittan sko þyngri. Já, og í betra ástandi. Að vísu myndi stofnin minnka og þú út að hafa fleiri sóknardaga til að ná aflanum, ekki satt? Þegar það var svo sniðugt að hafa stóran stofn og veiða lítið, þá voru svo fljótir að fylla sig. Og þetta er notað sem fínt í að minni olíueyðslu og minni mengun og svona. En útgerðarmaðurinn hann hlýtur náttúrulega eins og var hér að ef er ofveiði eða lítill afli, hvað gerir hann þá? Hann hættir að gera út. Það dregur úr sókn eða eitthvað. Þess vegna er ekki hægt að ofveiða. Það borgar sig ekki að ná í síðasta fiskin. Það er ekki hægt heldur. Því að hann lærir. Lærir á veiðarfærin. Þessi þáttur ef samkvæmt vandamálið er að við verum að veiða meira, stundum ljómarið svoleiðis, segjum að sé bara árið 1500. Það eru sömu miðin hérna og sömu fiskistofnarnir. Hvernig hafði þorskurinn þá þegar það var miklu minni veiði? Já, maður veit það ekki. Nei. Það komi hérna áraðurlist annála það sem ekkert veitist hérna við Faxaflóa. Kannski 2 ár, það veitist ágætlega fyrir norðan og svo öfugt. Það var fiskleysi. Hérna. Sér það nálega nú. Að stofnin hafi hrunið og... Já, hann yfirkeyrir sig og svo deyr hann og þá pláss fyrir nýtt og þá kemur upp nýr sterkur árgangur eða hvað vil kalla það og hann gengur í sveiflum, þetta er þekkt úr öllum löndum. En með því að veiða meira, endur við gerum í dag, að þá getum við viðhaldið stofninum svona á hápunkti. Á besta stigi. Eina ráði til þess að draga úr sveiflum, hvort það er búskapur eða hvað það er að slátra. Og sjáðu þau til dæmis kindur og allt þetta. Hvað myndi gerast þegar bændur hætti að slátra? Á hans að afla meiri heyja. Þá er mikið af voruðum sauðfjö upp all öll fjöll. Svo bóndinn sagði til þess að halda stöðuleika, það er að taka hnífinn. Heyrðu? Já, þetta með meira? Já. Þannig að það bendir allt til þess að þessi frásögn á Múlakaffi sé rétt. Já. Sko það er lítið í maganum á honum. Hann er miklu léttari heldur en á að vera. Þetta er þorskur. Nú, meðalþungi 2 til 5 ára ísu hefur hríðfallið. Það er mjög mikið af ísu. Sterkir árgangur allir voða ánæður. En meðalþyngdin hefur hríðfallið. Og 3 til 4 ára ísa er ekki nema 50% af því í þyngd sem hún var þegar hún var mest. Það er svolítið munur. Það er rosalega munur. Við varum glæsilegir, við varum bara 50% af því sem við erum. Menn voru sakaður það í Norðursjónum að þeir veittu svo smátt. Þetta væri svo smátt hjá þeim að það væri svo mikil ofveiði.
Þetta voru tittir og allt það, svo lesa ég fór, þegar sjóvarpi fór til Skotlands, þá fór ég með. Það var Magnús Hafsteinsson og myndatökumaður. Og við komum á fiskmarkan í Aberdeen og þar var svona ísa í kössum, smá ísa, lengi eftir lengju. En í einni lengjunu voru rogn. Og við sagði, hvaðan er þessi rogn? Og þau eru úr ísunni. Það sem sagt ísan þar kynþroska í síldarstærð, 25-7 centimetrar, vegna þess að hún vex svo hægt. Það vanveið á ísu. En það eins og menn hafa ekki aldursgreindarna. Hún er 4-5 ára þessi smá ísa. Hérna hefur hún komið yfir kílóið. Þannig að það sem menn kalla ofveiði yfirleitt alltaf vanveiði. Þannig, en hvað gerist? Fiskurinn horfast upp. Hvað gerist svo? Hann drefst. Svo drefst hann? Já. Og hvað gerist þá? Þá kemur ný sveifla upp. Já, en það kemur kannski nokkrum árum seinna. Við erum að fara að sigla inn í svona einhvert afla brestar ár. Já. Sko, ísa, 3 ára ísa, hún hefur fallið úr 550 grammum niður í 300. Það er helming. 4 ára ísa hefur farið úr 1300 grammum, þegar hún var mest, niður í 700. Þetta er ótrúlega tölur sem að öskra á mann. Nú verður að gera eitthvað. Samt gerist ekki neitt. En getur verið að fæðið hafi bara farið út af hlýnun jarðar og hlýnun sjávar og súrnun sjávar? Máttu vera upp á það? Súrnun sjávar? Það engin súrnun í sjó. Ef þú skoðar það. Sjórinn basískur, hann í kringum 8. Neutralt 7, súrt 6. Og ég var í Noregi í vötnum og þá var sýrustig komin í 5. En það var allt í lagi með allt dýralífið. Það var ekkert. Eina sem hann gerðist það var það að fiskurinn dó vegna þess að í súru vatni þá fellur út ál á tálsnin, alumínium á tálsnina og hann kapnar. Það er ekki sýrustig sem slíkt. Við erum ekki komið þangað í... Nei, en sko, nú skulum við skoða aðeins, hvað er þetta svona? Þú manst kannski eftir því eitt árið þá segir Davíð Oddsson við skulum bæta við 30.000 tónum af þorski. Þá var hann að sig vilsald af vantilega eitthvað. Það var á þeim árum að útgerðarmenn voru að heimta að fá meira, en þeir eru löngu hætti því. Já. Það er engin krafa frá... Þá hitti ég gamla skipstjóra á bryggjunni, Pétur Stefánsson, skipstjóra á Pétri Jónssoni, frá Húsavík. Og ég segi, ertu ekki ánægð með þetta, Pétur? Nei, þetta það versta sem gat gerst, að vera að bæta við. Og nú, okkur sé ég það, okkur þá. Já, þá fellur fiskverðið. Já, þú meinar leiguverðið, sagði ég. Kvótinn. Já, þá... Og ég veit ekki hvort mann seldi því, átni Matt, hann tvöfaldaði einu svona ísukótar. Og leiguverðið fjallir í krónu. Þannig að þeir vilja halda þessu svona. Ég held að bara ekki gerst á þessari öld að útgerðarmenn hafi heimtað að fá meiri kvóta. Nei. Þeir eru bara mjög sáttir við það. Það ekki gert. Nei. Það eins og Óli Ufsi sagði hérna einu sinni. Eftir manni á fundi hjá LIU eða eitthvað svoleiðis. Nei, við hefum ekki veiða meiri, þeir enn að drepast. Já, og áttu við smærri útgerðarmenn. Já. Til þess að stærri útgerðin geti. Þannig að svona þetta og ég skil. Það er að sama gerast upp á landi og gerist nýr í sjónum að stærri útgerðinnar að geta þessa litlu. Já. Og við erum verið að stefna að í grásleppinni, þá fara að setja hann í kvóta. Býtu við, þarf einhvað að takmarka veiðar á grásleppu. Hér áður fyrr, þá takmarkuðust grásleppuveiðar við söluverðið á hrognunum. Ef að grænlendingar eða norramenn voru að veiða mikið, þá urðum við að passa okkur því að annars fjall verðir niður úr öllu valdi. Og það var bara útgerðin sjálf sem stjórnaði því. Núna á að fara að gefa út kvóta í grásleppu út frá niðurstöðum úr togararali sem að veiðir í botnin en hún upp í sjó. Og eftir að fara að leita makril hérna, það farið annarkvort ár held ég í leiðangur að leita, já það nú reynda hverju ári, þá kemur það í ljós að það veiðist grásleppa á
öllum togstöðum af því þeir eru að veiða upp í sjó og það grásleppa alveg frá Grænlandi upp í Nordkapp sko. Svo eru menna að takmarka veiðar á þessu. Byggðar á kjánastöðum og aðtuga annað. Býtu, hvað er verið að veiða úr grásleppinu? Það er verið að veiða hrygningarfiskin. Það er markvisst verið að veiða hrygningarstofnin. Það er alltaf nógu grásleppu. Og það er eins og með hana eins og annað, þetta sveiflast upp og niður. Annað sem er svolítið líka merkilegt að þeir eru í ralli sem að þeir segjast nú ekki alveg taka fullt mark á. Þeir fara vor og haust. Það er alltaf helmingi meiri hærri vísitala, næst helmingi hærri í vorrallinu heldur en í haustrallinu. Og akkur eru 2 röll. Það er vegna þess að á sínum tíma þá voru menn eitthvað óna þessu sko byttu við erum á vorin þá er fiskurinn að ferðast á hrygningastöðuna og hann er að ferðast upp í sjó sem er vita og við erum að toga við botnin. Þess vegna væri betra að gera það á haustin. Þetta var Kristján Þórarinsson hjá LÍU sem að fann upp á þessu eða stakk upp á þessu. Síðan var þetta gert en það er alltaf miklu að lægri vísitalan á haustin heldur en vorin. Er ekki verið að mæla sama stofnin? Ég veit ekki hvað. Jú, það er til sami stofnin. Ég meina það er verið að mæla stofnstærðina með rallinu. Stofnin er minna á haustin heldur en vorin samkvæmt því. Þú er ekki trúið því? Það stenst ekki. Það stenst ekki. En notar ekki þá bara meðaltala þessu til þess að áætla stærðina? Það sýnir að rallið gefur ekki rétta mynd af því sem er í sjónum. En það vitum við það, getur núna á grásleppuvertíðinni þá var fiskurinn, stóra fiskurinn, hann er allur upp í fjörðum að leita sér að mat. Það mælist ekki í ralli út í hafið. Það er mjög lítið sem að menn veið á grunnu vatni. Hérna til dæmis hrygningatíman er Kollafjörðurinn fullur af fiski eða hérna Kjalanesmiðin og allt þetta. Þeir eru ekki að gá þar. Ég var einu sinni á netabát sem hann var að gera út hérna. Það var 2 tíma ná í dagskamtinn sem hann var hemdugt í vinnsluna 2 tonn. Það var farið og lagt og drukkin eitt kaffibótli og svo farið og etja. Núna láta menn til dæmis hérna á netabátunum fyrir svona land þeir eru ekki að láta liggja yfir nóttina. Þeir fara út í grábítið og koma heim hádegi kannski. Draga bara strax. Þetta þekktist ekki. Áður. Hver er munurinn þá? Hvað hefur breyst? Já, það hefur breyst. Það er engin sókn í fiskinn. Hann hefur aldrei séð net. Það voru fleiri 1000 net. Núna eru kannski einhver 100. Þannig að hann hefur aldrei séð net. Og það er svolítið merkilegt að fiskur náttúrulega lærir á netinu. Það er einu sinni voru steinar á netum. Með svona 500 millibili eða eitthvað svoleiðis. Og þá var náttúrulega línan undir, hún var ekki alveg við botnin. Svo kemur blíkapallinn sem leggur netið alveg niður á botnin. Og þá mókveitist þar, akkurat þar, að því maður vanur að fara undir. Já. Á milli steinana. Já, hann lærir. Það er eitthvað að gerast í sjónum, fiskurinn að horast upp. Það er ekkert að gerast í sjónum, það er ójafnvægi á milli fiskstofnsins og fæðunar. Og það er orsakast að mínum mata því að við veiðum ekki nógu mikið og við raun að það gefa, veiða bara hreinlega frjálsar á svona tímabili. Þegar þessi fiskur með hvað sem er drepast. Já, Færeyingarnir, þeir fengu sterka árgangu núna á síðustu árum. Svo sterk að hann kom upp að bryggjunum og menn hendt út net að bryggju hausunum og það mátti ekki veiða en það var að bíða þess, svo hvarf hann. Já, þegar hann drafst bara, voruðist upp og drafst. Og það er að gerast núna, okkur. Já, ég veit ekki hvernig maður þarf að sjá það með eigin auga, men þetta er niðrávið og það er alveg kláramál, þetta er niðrávið. Og hvað gera með þá? Ef þetta hrinur? Maður gera ekkert. Þeir segja ofveiði. Það er alltaf sagt ofveiði. Það er að draga úr kvótanum. Það er líklegt. Það er eina ráðið sem kunna, það er að gera það. Það verður helmingaður ísukvótinn.
Ég skal alltaf ekki fara að spá í það, en þú veist að ráðgjöfin kemur aldrei fyrir eftir sjómannadag. Nei. Sérstaklega ef hún er slæm. Ég hef ekki hugmyndu það, það er Það er virðast stutt í sjómannadaginn, það Þeir er daginn virða- eftir kosningar. Sko, þessi kollega mínir þarna, fyrir Hafnarfirði, þeir virðast ekki lesa í lífkenni. Hvað hefur þeir sagt? Ég meina, þú sér fanga sem voru út á horriminni. Við sjáum fisk sem verður svona, okkur er ekki hugsa, þeir þurfa að fá minna að borða og það er bara ein leið til þess að gera það og það er að fækka þeim. Það er mjög áhrifaríkt. Og það er aftur við náttúrulega að hugsa sem samfélag, að ég býst við það ef að þú myndir horfa yfir þessi 40 ára tímabil, þá er það sem við neita okkur að veiða. 1000 milljarðar. 1000 milljarðar. Já. Plús náttúrulega byggðaröskun, plús kostnaður fyrir heimili að afla sér matar, því að fiskur var hér áður ódýr, nú er hann dýrar en flest kjöt og merkilegt, út á Spáni er fiskur ódýrar íslenskur heldur hérna heima. Saltfiskur með sér. Já. Herðu Jón, takk fyrir að koma hérna og Já. svara spurningum sem að vöknuðu þegar ég hitti útgerðarmann í hátinn. Já, alltaf gaman. Farðu oftar í Múlaka fór þetta grafi Kannski, fleiri. já, ég er alltaf að reyna að afla frétta, hvað sem ég fyrir. Já, þetta er snöggt. Ok, takk fyrir. Bless. Herðu, en ég ætla að setja þetta áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.